Þetta svona fangelsisbréf og Páll skrifar út úr fangelsi í Róm og hann búinn að vitna fyrir öllum í lífvarðarhöllinni og hann fékk að vitna fyrir sjálfum keisarnum áður en hann var líflátinn. En þarna hann að skrifa þeim og hann segir við þá: og yður sem áður fyrr voru fráhverfir Guði og óvinveittir í huga, yðar og vondum verkum, yður hefur hann nú sáttagjört við sig með dauða Krists í jarðnesku líkama. Hann vildi láta yður koma fram fyrir sig heila og lýtalausa og óaðfinnanlega, standið aðeins stöðugir í trúnni og grundvallaðir, fasti fyrir og kvikið ekki frá von fagnaðarerindisins sem að þér hafið heyrt og prédikað hefur verið fyrir öllum. Og hérna kemur grundvallaðir, þannig að við erum að fara í þetta grunnnámskeið sem að mun gefa okkur mjög góðan grunn. En eins og ég nefndi hérna áðan, þá verk Jesú Krists á krossinum, það tekur okkur sjálfs alla ævi að skilja þann leyndardóm sem að þar var fluttur og þann gjörning sem þar fór fram. Og ég var bara að hugsa það í morgun að Jesús, hann kom til eigna sinna sem voru gyðingarnir og Jesús hefur alltaf verið til og mun alltaf verða til og hann var hjá Guði áður og hann var sendur hingað niður samkvæmt spádómunum. Og þegar við lesum í gegnum Gamla testamentið þá sjáum við allar þessar fórnir, rosalega fórnir í Gamla testamentinu. Og einum tímapunkti sem stærsta hátíð gyðinga á þessum tíma, það er Jom Kippur, sem svona páskahátíðin hjá okkur, þá var nautinu slátrað og það var slátrað fyrir utan helgidóminn, þannig að allir sáu það og áður en nautinu var slátrað þá var höndin lögð á nautið og syndir allra voru eins og yfirfærðar á nautið. Og síðan var nautinu slátrað og æðstupresturinn fór með blóðið nautsins inn í hið allra helgasta. Og þar mátti bara koma einn maður einu sinni á ári. Þannig að þegar hann fór inn fyrir þykkt, það var svona þykkt tjald, svona handarþykkt tjald, og hann fór þar inn og þar var svona örkin og þar voru ljósastikurnar og presturinn fór inn með blóðið og hann svona skvetti því á örkina og Guð fylgdist með öllu og örkinni myndi upp á Jesú líka og við komum aðeins betur af því og fólki beið fyrir utan í eftirvæntingu eftir að presturinn kem aftur út. Þannig að syndirnar voru eiginlega ekki yfirgefnar eða fyrirgefnar fyrir en presturinn kom út aftur. Og svo kemur presturinn út og þá voru gríðarleg fagnaðarlæti. Þá voru syndir Ísraelsmanna gerðar upp 1 ár fram í tímann. Þannig að við sem eigum mikið betri sáttmála og sem við möndum að koma betur að, oft það þannig að við erum svo upptekin af hvað við erum slæm og okkar gjörðum og sumir eru þannig að þeir hafa kannski átt ástvin sem þeir hafa mist og átt eftir að gera upp við hann og það nagaðar okkur alls konar hlutir og samviska okkar stundum hún truflar okkur og getur valdið bara magaverkjum og veikindum. En þarna fengu Ísraelsmenn fyrir nautið 1 ár, alveg frítt ár fram í tímann. Og þetta voru gríðarleg fagnaðarlæti og menn fóru út á agrana og sáðu og upplifðu þessu svona hreina frammi fyrir Guði. Samviska þeirra hafi verið hrein og nýtt ár tók við hjá þeim. Þegar Jesús var á krossinum, þannig að ég sagði að hann hefur alltaf verið til, þá hann ódauðlegur. Hann kemur til jarðarinnar og hann ekki með blóð eins og við erum með. Guð ætlaði manninum að lifa að eilífu og við lifum öll að eilífu þó við deyjum líkamlegum dauða, en þarna kemur einhver fram á sjónarsviðið sem getur ekki dáið. Það engin synd í honum, ekki nokkur einasta synd í honum, hann hefur aldrei syndgað, hefur alltaf verið til og hann getur ekki dáið. Hann ekki hægt að deyða hann í rauninni. Þeir reyndu það mörgu sinnum, reyndu að henda honum fram að fjallsbrún og reyndu að handtaka hann en hans tími var ekki kominn. En þegar hann fer á krossinn og það náttúrulega búið að berja hann áður en hann fer á krossinn og húðstrýking Rómverjana var gríðarlega grimm. Hún var þannig gerð að það voru 3 spottar alveg í endanum á svipunni og á hverjum spotta voru yfirleitt 3 svona eins og beinflísar eða steinflísar. Þannig að þegar höggin komu þá tættu þau upp holdið
og sumir reynilega bara dóu undan svipinu því að þeir mistu svo mikið blóð. Og þarna voru höggin 39 og svo var hann látinn bera sennilega þvertréð upp á Golgata og örmagnaðast á leiðinni þegar Símon fenginn til að bera restina. Og svo hann krossfestur sennilega hér í úliðnum svo hann geti haldið líkamannum uppi. Og stríðið á krossinum gekk út á það þegar menn voru krossfestur á þessum tíma. Og ég sagði ykkur að síðast þegar ég var hérna að spádómarnir segja fyrir það að hendur hans muni vera gegnum stungnar og fætur hans gegnum stungnar. Og þegar spádómurinn skrifaður þetta, þá krossfesting tíðkast ekki. Það var ekki fyrir löngu síðar komið Fönikíumönnum. Og Rómverjarnir tóku upp þennan sið að krossfesta fólk líka. Og baráttan á krossinu gekk út á það að menn reyndi að lyfta sér upp aðeins til að ná andanum og það þrengdi alltaf á lungum. Svo gáfust menn upp og þá smátt og smátt þrengdi á lungum og þannig að menn gátu lifað dálítið lengi ef þeir fengu vatn að drekka eða eitthvað svoleiðis. Sumir hafa gefið vatn að drekka og sumir vildu það ekki. Og svo segi ég líka að því að þetta var hvíldadagur þá tíðkaði það stundum, allavega þarna, að þá voru fæturnir brotnir. Þá komuðu með sleggjur eða svoleiðis og brutu fætur þeirra, þá gátu þeir ekki lengi lyft sér upp á krossinum. Notuðu ekki fæturna, þá köfnuðu þeir á krossinum. Og það segir í spádómnum að ekki eitt bein mun verða brotið. Ekki eitt bein mun verða brotið hjá honum. Og þeir sem fóru ætluðu að brjóta beinin í Jesú, þá sáu þeir að hann var látinn og þess að stunguðu spjótin í síðuna og þá kemur út vatn og blóð. Og ég hef lesið að vatnið sé þannig tilkomið að þegar menn upplifa rosalega mikinn sársauka, andlegan, líkamlegan, sálarlegan, þá getur hjartað hreinlega bara gefið sig að sprungið. Og hjartað líka svona vökvakend líffæri, þá lekur vatn niður í síðuna sem að síðan kom út. En þegar Jesús á krossinum, þá var að mynd upp á nautið eða lambi líka og á einhverju augnabliki þá gerist það að Guð í sínum velvilja og til þess að bjarga mér og þér, þá tekur hann allar syndir heimsins og það svo sogast inn í Jesú, bara allar syndir. Og allt í einu segir Jesú í fyrsta skipti, hann hefur alltaf talað við Guð sem faðir. Alla biblíuna. Faðir minn, ég ger ekki nema faðir minn segir mér að gera það. En þarna í fyrsta skipti segir hann Guð minn, tekur eiginlega okkar stað, hví hefur þú yfirgefið okkur? Hví hefur þú yfirgefið mig? Og þarna einhver angist eiga sér stað, þannig að þarna þegar syndin komin inn í hann og hann svona að taka á sig synd allra manna fyrr og síðar. Af því hann án tíma og rúms, hann hefur alltaf verið, það getur engin maður gert. En allt Gamla testamenti fjallaði þessa fórn, einu sönnu fórn sem myndi verða. Og á þessu augnabliki þá velur Jesú, hann segir, í þínar hendur fel ég anda minn. Og dauðinn gat ekki snert hann fyrr en syndin var komin í hann. Dauðinn getur ekki snert syndugan mann, ósyndugan mann. Og það engin ósyndur, allir hafa syndgað, þess vegna snertir dauðinn okkur. En þarna tekur hann á sig okkar syndir og í leiðinni segir hann, Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Og eins og sannur konungur, þá leggur hann höfuðið á öxlin á sér og síðan velur hann að gefa bandan. Í þínar hendur fel ég anda minn. Og svo andaði hann út og dó. Venjulega myndi fólk bara anda út og deyja og svo leggst höfuðið niður. En það var akkurat öfugt hjá Jesú. Og það segir að þegar maður spurður að því á einum tímapunkti, hvar býrðu? Og hann sagði, fuglar hafa hreiður, refirnir hafa greni, en mannssonurinn á hvergi heimili eða frið að finna. Hann var náttúrulega að ganga þessa vegferð. Og þetta gríska orð klínjó sama orð og notað á krossinum þegar hann gefur upp andan. Þannig að loksins fann hann heimili eða frið með því að gefa
upp andan fyrir mig og þig. Og þegar Jesús dáinn á krossinum þá vitum við að þessi tákn gerði sem var alveg ótrúleg. Þá verður myrkur alla jörðina á miðjum degi, klukkan 3, þá bara myrkur alla jörðina og rosalegur jarðskjálfti sem verður hérna. Og tjaldið sem ég nefndi í upphafi sem var handarþykkt, það rifnaði frá toppi og niður. Guð var bara að sýna að nú öllum opið inn í allra helgasta. Og þarna mátti enginn koma inn nema sá sem var æðstiprestur einu sinni á ári. En þarna rofnar tjaldið og opnast upp og örkin og allt verður bert þarna og Jesús í burtu í 3 daga. Og Biblían tala mjög mikið það í Gamla testamentinu þessa 3 daga. Og hérna á 3. degi þá rís Jesús upp og hann segir við Maríu sem hittir hann við jarðhýsið eða gröfina þar sem hann var lokaður inni: snertu mig ekki, því að ég á enn eftir að fara upp til föður míns á himnum og frambera blóðið og það mátti engin maður eiga hlutdeild í einu en einu sem hann gerði. Það var 100% verk Guðs. Þannig að Jesús stígur upp til himna og fullkomnar þennan gjörning sinn og síðan sest hann til hliðar Guði föður og himnum, sem að þýðir að verkið algjörlega fullkomið. Og þegar María lítur inn í grafhýsið þá þetta svona steinaltari sem að Jesús lá á og það mynd upp á örkina í Gamla testamentinu. Það var svona altari en það voru 2 englar sem voru sitt hvoru megin. Og þarna, þegar María kemur inn, þá sér hún 2 engla sem eru sitjandi og í hvíldarstöðu þegar hún kemur inn í grafhýsið. Og þegar við lesum Biblíuna þá sjáum við að englar eru alltaf standandi, eða þeir syngja í himminloftunum eða birtast fólki alltaf standandi. Þetta í fyrsta skipti sem að englarnir setjast niður. Þannig að verkið fullkomlega, algjörlega fullkomið. Amen. Þannig að þegar Jesús kemur síðan aftur fram og á meðal lærisveina sína í 40 daga og hann birtist ekki bara þessum 12 og þeim konum sem voru með honum, heldur birtist hann meir 500 manns í á einum tímapunkti. Þannig að hann var mikið með lærisveinunum og upprisan sannar það að verkið fullkomna. Og Páll postuli talar það, ef að Jesús hefði ekki risið upp frá dauðum, ef ekkert hefði gerst á 3. degi, þá trú okkar fánýtt. Hann varð að rísa upp frá dauðum til að sanna það og sýna að hann sigraði dauðan, hann tók á sig syndir alls mannkyns og þetta gleðiboðskapur, þetta gríðarlegur gleðiboðskapur að okkur í dag fyrirgefna syndirnar og dauðin tekinn frá okkur í þeirri mynd sem að við skiljum samkvæmt Biblíunni. Þannig að við deyjum líkamlegum dauða og kannski munum við ekki gera það því áður en Jesús kemur aftur. Hann mun koma einhvern tímann aftur, eins og hann kom, þá mun hann koma, en upprisan sönnun þess að syndir okkar eru fyrirgefnar og við eigum sigur og lækningu og líf eilíft í honum. Það bara þannig. Upprisan varð að eiga sér stað. Þannig að Jesús var í 40 daga með sínu lærisveinum og hann var í svona dýrðar líkama, bara gat birst hér og þar og farið í gegnum veggi, hann borðaði fiskinn með þeim og brauðið og þú veist, það var með þeim í þessa daga. Þannig dýrðar líkami býður okkar. Og sum okkar, ef við verðum þeim tímapunkti þegar hann kemur, þá muni einni svipan, svona atómsekundu, þá mun það bara gerast að við erum bara hrifin upp í himinin og fáum hennan dýrðar líkama og eru með honum. Og þá taka við hér á jörðinu 7 erfið ár eftir að kirkjan hefur verið tekin burt og við munum fara í það í grunnfræðslunni, hvernig það mun eiga sér stað og tala dálítið þessa endatíma. En í dag þegar við erum búin að koma til Jesús segja Guð, ég þrái að vera þitt barn. Ég þrái Drottinn að taka á móti þeirri gjöf sem að þú gafst okkur á krossinum í Jesú, þá á sér stað undur í líf okkar. Bara Guð kemur inn í lífi okkar með sinn anda og endur fæður okkur. Þannig að það svo kveikt sér á peru og við erum bara komin í samband og samfélag við hann og við mögum kallast Guðs börn.
og í leiðinni hreinsar hann okkur af öllu ráðlæti, öllum syndum, en þó að við búum við syndahugsun. Þannig að þegar við brjótum á okkur, þá er svo gott að segja takk Jesús, þá hefur fyrirgefið syndir mínar. Hann horfir á okkur í dag og sér okkur í gegnum krossin og gegnum verkið sem að Jesús framkvæmdi, en hann sér okkur fullkomin í dag, fullkomin börn sín. Það er erfitt að ná þessu, en að Guð skuli horfa mig sem fullkomin einstakling, hann er orðin okkur vísdómur frá Guði, segir, réttlæti, helgun og endurlausn. Réttlæti, helgun og endurlausn. Þannig að við erum helguð honum, við erum réttlætt fyrir hans nafn, fyrir hans sigur, og við erum börn hans að eilífu. Og Rómverjabréfið segir, Páll segir, það er ekki neitt sem getur slitið okkur úr hendi Guðs. Ekki dauði, ekki hið ókomna, ekki yfirstandandi, ekki englar, ekki tignir. Það er ekkert sem getur hrifið okkur í burt frá Guði. Við erum alltaf hans börn. Við erum einu sinni búin að taka á móti kærleika hans og verki hans í lífi okkar. Þannig það er svona uppörun mín til ykkar í dag að Guð horfir á okkur og þá sér hann okkur sem sín börn í dag. Og auðvitað erum við í vext og erum að vaksa í gegnum göngu okkar í lífinu og við þroskumst og þannig þroskumst við í Guði líka og skilningur okkar vex. En því meira sem við sjáum Jesú, því sterkari verður ganga okkar með honum. Og Guð, Faðir á himnum, hann gleðst óumræðilega þegar við sjáum soninn hans og það verk sem hann gerði. Við getum verið mjög upptekin af alls konar leiðum til að ná árangri í lífinu og þær geta verið mjög góðar, 3 leiðir til að ná einhverjum góðum markmiðum og allt svoleiðis. Og stundum er kirkjan of mikið í þessu að segja frá einhverjum leiðum þegar Guð þráir að Jesús sonurinn sé upphafinn í kirkjunni. Þegar hann er upphafinn, þá dregur hann fólk til sín. Þannig að þegar við hefjum Jesú upp, sem hann er, og á að vera upphafinn á meðal okkar, þá dregur hann fólk til sín. Þannig að dagarnir framundan núna, þegar við erum að biðja til Guðs og leita hans, þá er svo gott að geta þakka Guði fyrir soninn. Takk fyrir soninn sem komst með hann hingað á jörðina, hann dó fyrir mig, fyrirgaf mínar syndir og ég á eilíft líf í honum. Og það er dásamlegt samfélag og þess vegna er það kallað fagnaðar erindi af því að þetta er svo mikil fagnur. Það er búið að bjarga okkur, það er búið að koma okkur í skjól og miklu meiri það að búið að gefa okkur líf og líf í nægtum. Það er búið að gefa okkur tilgang með lífinu. Dauðinn er ekki lengur ótti eða martröð eins og hjá mörgum. Við getum hort fram til þess tíma að við eigum eftir að hitta hann aftur á himnum. Þannig að þetta er stórkostleg fjölskylda sem þeir eru hluti af. Þannig að ég þakka fyrir mig núna og mig langar að biðja með ykkur bæn. Við skulum bara hafa þessa bæn bara eftir mér. Góði Guð, ég þakka þér fyrir að ég er barn þitt og þú fyrirgefur mínar syndir. Ég er réttlæti þitt í Kristi Jesú. Helgaður í Kristi Jesú. Og ég á syndir mínar fyrirgefnar í Jesú. Ég þakka þér fyrir að ég er barn þitt að eilífu. Hjálpaðu mér til að opna augu mín. Til að sjá því ég skýrar að ljósi. Ég þakka þér fyrir kærleika þinn til mín. Í Jesú nafni.